komið sæl, verið velkomin í spjallum ástandið í Bandaríkjunum. Ég komi með á línuna mann sem að ólst upp að stórum hluta í Bandaríkjunum og doktor í líffræði frá bandarískum háskólum og ólst upp í Los Angeles mér að segja. Þannig að hér komin Áki Jarl Lárusson á línuna frá Hafrannsóknastofnun. Hann erfðafræðingur í Hafrannsóknastofnun en ég að biðja að koma til að ræða raunverulega ekki sem embættismaður hjá Hafrannsóknastofnun heldur sem fyrrum íbúi Bandaríkjanna. Komdu sæll, Áki? Bless og sæl, takk fyrir boðið. Hvernig líst þér svona á ástandið núna, bara þarna nýjustu fréttir svona? Ég held að sé vægara sagt að fáum lítist eitthvað á ástandið og satt best að segja þá held ég að margir hafi séð fyrir sér sko þessi hnignun eða svona hversu illa hlutinir hafa verið að fara og hversu miklu verra þeir gætu orðið og bara því miður held ég að segja að kannski ekkert mörgum sérstaklega mikið brugðið, allavega ekki mér. Ég kvæntur Bandaríkja manni, konu frá Bandaríkjunum og já, við sáum okkur færi að flytja frá Bandaríkjunum fyrir nokkrum árum því að það var held ég bara dálítið augljóst hvert stefnan væri. En já, ég ólst upp sem sagt þarna við miðbæ Los Angeles. Ég gekk í gagnfræðiskóla eða high school þarna við miðbæinn. Og ég tók náttúrulega þátt í mótmælagöngum og öðru þegar ég og mínir vinir í svona táningsaktivistar þarna vorum að marsera gegn stríði í Írak og svo innrás Afganistan náttúrulega fyrst og svo Írak og hvað annað. En allavega það viðbrögðin alltaf í Bandaríkjunum gagnvart mótmælagöngum hafa aldrei verið held ég svona kannski svipaðar eða það sem fólk í Evrópu myndi búast við. Það náttúrulega bara alltaf hríðskotabyssur og vopnaðir bílar fólk bara í herbúningi sem mæti manni sama hvað þyrlur fyrir ofan og svona og bara fara eftir vissum leiðum og ef þú ferð eitthvað utan sko þá voru bílarnir komnir og var massarað á móti sko þannig að þetta ég held að sumt að því sem maður sér núna sumt að þessi bara dálítið eðlilegt þegar það eru mótmæli í Bandaríkjunum að vissu leyti oft eru mjög friðsæl mótmæli en það líka tekist á með mikilli hörku þegar fólk svona. Hefur þú beinlínis upplifað það að sko, já, að bara sjá í byssuskafti og vera, hvernig þorður þá að vera mótmæla? Já, þegar maður elst upp í vissar aðstæður, það var ótrúlegt hvað svona virðist eðlilegt. Þannig að ég þarna kannski 16-15 ára í einhverjum göngum sko og þá bara, bara það eðlilegt að fólk sé með byssur og það eðlilegt að fólk sé að þjappa fólki út í húsasund og það eðlilegt að löggur keyri upp að fólki sko í bíl með ljós og svona verið að hóta táragasi og svona, þetta bara, svona eru mótmæli. Og það var að vissu leyti svona það sem maður hafði í huga og svo náttúrulega kemst maður að því að þetta ekkert endilega það sem flest vestræn samfélög endilega myndu búast við þegar mótmælagöngur eru í gangi. En svo náttúrulega líka annað að Bandaríkin hafa náttúrulega líka eins og margir svona sögu af miklu ofbeldi í mótmælagöngum og í bara mótmælum almennt séð. Og það alltaf bara svona Bandaríkin eru náttúrulega gríðar stórt land og þetta eitt sem ég held að oft aldrei erfitt fyrir fólk í öðrum löndum að átta sig á. Því hugsa Bandaríkin sem svona, það Frakkland, það Þýskaland, það England, það Bandaríkin. En þetta náttúrulega ekki þannig. Bandaríkin þriðja fjölmennasta land í heimi og teygir sig yfir heimsálfu. Þetta rúmlega 350 milljónir manns í 50 fylkjum sem gætu varla verið ólíkari, hvort það í menningu og sögu og efnahagi að vissu leyti. Þannig að þegar kemur að svona
hvað eðlilegt í Bandaríkjunum og hvað ekki, þá nú kannski dálítið óréttlátt að segja að svona eru Bandaríkin og þetta tíðkast þar. Þannig að ég ætti nú kannski ekki vera með of margar alhæfingar. En Kalifornía náttúrulega eitt og sér er 5. stærsta efnahagskerfi í heimi. Bara það eina fylki. Náttúrulega gríðarstórt. Og Los Angeles sjálf bara svakaleg borg. Þannig að lögreglan þar og hvernig þau bregðast við, er náttúrulega kannski bara spes, en þetta er náttúrulega ekki lögreglan í Los Angeles lengur sem að bregðast við. Þetta er The National Guard sem var sendur inn og boðinn af fylkisstjóranum. Þannig að, þú veist, þessi stigmögnun og annað sem í gangi, það, eins og ég segi, ég held að það komi kannski fáum á óvart þannig séð, en ég held að allir séu, já, hryggir og í nógu miklu uppnámi yfir því að sjá eins og heldur einhverjir vina þinna séu, eru þið komin öll í svona einhverjar bara stöður í háskólum eða svoleiðis, eða veistu einhverjar sem eru ennþá að taka þátt í mótmælum og hafa bara lent í þessu núna? Já, ég sem betur fyrir þekki ég engan sem hefur lent í svona hörku ofbeldi. Það ekki fólk sem hefur eitthvað verið að mæta en engan sem hefur verið tekinn fastur eins og en náttúrulega sem líffræðingur og vísindamaður í Bandaríkjunum þá náttúrulega þekki fullt af fólki sem er búin að vera að lenda í ringulreiðinni sem er búin að vera að gangi yfir núna síðustu árin og góði vinir mínir sem hafa misst starfið hjá rannsóknarstofnunum og svo verið ráðnir aftur 2 mánuðum seinna og fengið greitt fyrir launatap og svo fengið aftur sagt að þau munu missa vinna, þannig að þetta er bara, það er, eins og ég segi, þetta er bara ringulreið og það er margt í gangi núna sem er bara að gera þetta lífið mjög erfitt fyrir marga. En aftur, þetta hefur verið að færast í aukana mikið síðustu árin og ég er á þeirri skoðun að Trump og margir þeir sem fylgja honum eru ekki orsök, heldur einkenni af bara mörgu sem hefur verið í gangi í Bandaríkjunum og ég held að það er svona grundvallar vandi í Bandaríkjunum sem þetta eru viðbrögð við og ég blátt áfram held að það séu engin einföld svör við þeim margslungum vandræðum sem bandarísk samfélag eiga við, að því eins og ég segi þetta með svona stórt samfélag og svona fjölmennt og á það sem allt einhvern veginn gert með restin af heiminum í huga, þá verða vandamálin mjög snögglega mjög flókin og það verður alltaf erfiðara og erfiðara að takast á við vandamál heima. Allt einhvern veginn er tengt við eitthvað stærra og eitthvað stærra þangað til að bara hjólin snúast mjög lítið og einmitt svona stór vandamál eins og fíkniefna vandamál, byssu vandamál, grundvallar samfélagsvandamál sem náttúrulega jafnvel við á Íslandi erum mikið að reyna að takast á við og þó við séum með miklu minna samfélag, það er minna fara til þess að fólk ætti að geta að tala saman og tengst, þá er það samt erfitt og það þarf mikið að takast á við það. Þannig að maður getur kannski ímyndað sér þegar maður er komin á þann skala sem Bandaríkin eru á og eru að reyna að viðhalda sér, þá er bara allur gangur á þessu og fólk held ég sé bara í alvörunni mjög reitt og hrætt af mörgum ástæðum af því að hlutinir virðast aldrei þannig sé breytast í eina eða aðra átt en samt er allt endalaust ólíkt deginum í dag frá því sem var í gær. Þannig að, já, ég held að margir séu bara á því komnir að gefast upp á tilraunin að vissu leyti. Ég þekki nokkra sem eru bara annaðhvort að leita stöðum einhvers staðar annars staðar, eru búnir að flytja eða eru bara blátt áfram að hugsa hvar mun ég vera næstu 5 árin, sko. Það er náttúrulega mikið sett út á það í Bandaríkjunum fyrir fagfólk og verður með 5 ára áætlun, hvað er 10 ára áætlun þín, hvernig ertu að hugsa fram í tíman og akkurat núna, sérstaklega ef þú ert í rannsóknum eða líffræði eða ert almennt séð bara dálítið vinstrisinnaður, þá ertu að hugsa þér svona hvað er ég ímynda að ég verði eftir 5 ár eða 10 ár og það er bara mjög erfitt að svara því.
Og þið, sko, nú hlýtur, já, kona þín að eiga fjölskyldu og ég meina, þið ekki, það ekki á ykkar 5 ára plani allavega að fara allir baka og vinna einhver leiti? Nei, það ekki okkar áætlun að. Og eins og erum við bara mjög spennt að fá fjölskyldunni í heimsókn til okkar eða hittast einhvers staðar annars staðar. Við erum ekkert endilega að fara að drífa okkur til Bandaríkjanna á næstunni, en það líka bara okkar persónulega ákvörðun, sko. Ég veit að margir að fljúga fram og tilbaka óáreittir, en þetta líka bara aftur þegar það erfitt að vita nákvæmlega við hverju á að búast, þá þetta bara, þá stundum forðast maður bara að setja sig í þannig aðstöðu, eins og ég til dæmis aftur að taka á móti bandarískum nemendahópum og eitt af því sem hefur þurft að koma upp núna hvernig getum við tryggt öryggi nemendana þegar þeir eru komnir aftur á bandarískan flugvöll, svo við komum þeim aftur til sinna staða, því náttúrulega bandarískir háskólanemendur eru oft annarkvort með nemendavísa eða stundum meira segja fólk, sko, með vegabréf sem skilgreinir ekki karlkyn eða kvenkyn, og það er margt núna í málinu sem gæti virkilega orðið til þess að heimferðin til Bandaríkjanna yrði jafnvel erfiðari en ferðin út. Þannig að það hefur engu verið aflýst, en þetta eitthvað núna umræðan nemendaheimsóknir búin að breytast alltaf mikið. Og hvernig á að tryggja öryggi nemenda á ferð allt önnur, sko. Það ekki verið að tala bara hversu öruggir eru nemendirnir í rútu einhver staðar upp við hóla, hvernig öruggir eru nemendarnir þegar þeir fljúga inn í Boston og reyna að koma sér aftur í sinn heimahag. En sko, þú segir að þú hefur á einhver leiti og þið séð þetta fyrir, þetta hefur verið svona, þetta sé svona stigmögnun og einkenni trumpismin og Trump sé svona einhvers konar sjúkdómseinkenni á einhverju mjög bara einhverju sjúku ástandi og flóknu orsakasamhengi, en hefurðu samt, heldurðu, þetta ekki samt svona verra einhvern veginn eða svona eins og einhvers konar stökkbreyting, svo ég reyni nú að hafa svona líffræðilegt mál frá því sem að hefurðu getað ímyndað þér samt að það væri bara erfitt beinlínis að fara í skólaferðalag þegar þú varst í skóla, sko? Ég hefði ekki ímyndað mér að það myndi koma í þessari mynd. Þannig að ég held að það sem ég ímyndaði mér hafði alltaf verið einhvern veginn meira svona eins og svona njósnara thriller eða svona pólitískur thriller, sko, að það væri eitthvað svona svakalegt í gangi og svona skuggaverk og alls konar. Ég hafði aldrei getað ímyndað mér að þetta svo opinskátt og bara svo við ætlum bara núna að fara hart á móti því að liðsinnast Evrópu og við ætlum að vera samhliða mjög einræðisstefnum og fara með bara mjög blátt áfram á móti samkynhneigðum og kynvilli. Þetta var, bara ég hafði aldrei ímyndað mér alveg að þetta svona bara svona svart og hvítt þannig séð, en maður sá náttúrulega lengi vel aðdragandann að bara það margt í Bandaríkjunum sem hefur bara verið mjög óheilbrigt mjög lengi. Það gríðarlegur ótti, það gríðarlegt ofbeldi. Það ekkert heilbrigt samfélag þar sem fólk skotið til bana í innkeyrslu af því að það var að snúa bílnum við eins og gerðist þarna í Wisconsin ef ég man rétt. Eða fólk gengur inn í barnaskóla og með hríðskotabyssur og bara byrjar að skjóta. Og maður talar ekki sko hversu mörg ofbeldisatriði eru ekki heimsfréttir. Eftir að við konum minn eignuðumst barna vorum við aldrei á því að við vildum ekki vilja að hún væri í skóla lengi í Bandaríkjunum, við vildum vera að komast einhvers staðar þar sem við vorum ekki endalaust að lesa af litlum skólaskotárásum. Í gagnfræðaskólanum mínum var einn nemandi drepinn fyrir utan skólann byssuárás og náttúrulega var sjálfur við mikið byssuofbeldi því ég átti heima þarna. Og það var ég náttúrulega í stórborginni. En svo Sandy Hook árásin á grunnskóla í Connecticut, svona velstæðu útjaðri í Nýja Englandi.
eftir að við horfðum upp á það og sáum engar breytingar, þá bara áttum við okkur að því að það annarkvort myndi allt bara brotna niður eða fólk héldi áfram að verða meira og meira hrætt og meira ofbeldisneytt, bara til ég veit ekki hvaða skala. En jafnvel eftir við búin að taka þessu ákvörðun að flytja fyrir mig heim til Íslands og í fyrsta sinn fyrir konun mína, þá einmitt fórum við að heimsækja fjölskyldunar í Michigan og þá var frænkunar heim úr skólanum af því að það hefði verið skotárás við skólan hennar, en það var bara 2 nemendur og 1 kennari sem höfðu dáið, þannig að þetta voru engar heimsréttir. Vá, þannig að og þú sér þetta raunverulega svona vítarhingur aðalega orsakast af ótta eða hvað, og það svona einhvern veginn þessi áróður sem byggist, er það ekki svona einhver stigmögnun á hatursorðræðu og áróðri sem að kyndir undir ótta, eða það finnst manni eins og einkenna núna skilaboð frá stjórnvöldum sko. Jú, því að allir eru dálítið hræddir. Skiptir ekki máli hvort þú ert hægri sinnaður eða vinstri sinnaður. Þegar þú upplifir ofbeldi þá ertu varum ofbeldi, og jafnvel ef þú heyrir af ofbeldi þó það sé ekki við hliðina á þér, ef það einhvers staðar í samfélaginu, þá ertu með það í undirmeðvitundinni. Og Bandaríkin náttúrulega gríðarstór, þannig að ef þú heyrir eitthvað sem gerist í Connecticut og þú byrði í Portland, þá náttúrulega þetta partur af þínu samfélagi að vissu leyti. Þannig að undirmeðvitundin bara dálítið mjög vör það ofbeldi sem til, og það skiptir eiginlega engu máli hvaða byssulög þú setur í eitt fylki, af því að fólk fer á milli fylkja í Lónadónum, en það er ekki allir endilega að fljúga allt, það margir mjög duglegir að keyra, bensín alltaf miklu ódýrari og byssur flakka, og mismunandi fylki bara með allt önnur lög og skilyrði og svoleiðis, þannig að fólk ekkert að binda vonir við að einhverja reglugerðir breyti aðgangi fólki að hríðskotabyssum eða svoleiðis. Og svo náttúrulega bara kemur þetta fram hver er sá sem að fremja ofbeldið, það innflytjandi, það einhver með geðröskun, það hermaður, það lögga, það hvítur uppreisnarseggir, þetta svartir eiturlyfjasalir. Það skiptir eiginlega ekki máli því að fólk bara hrætt og það vill sjálft að vissu leyti verja sig og vill að það verði einhverjar stóra breytingar, þannig að allt bara heitt og það mjög erfitt að vera með svona, við skulum bara setjast niður og rappa saman mögulega lausnir sko, þegar maður bara alltaf að heyra alltaf versta, og náttúrulega bæði internetin náttúrulega, en líka fyrir það fréttarhringurinn í Bandaríkjunum einblínir náttúrulega mikið á það sem selst, sem náttúrulega ofbeldi og það allt. En þannig að að það náttúrulega bara mjög auðvelt að segja að þeir sem að fremja ofbeldi og þeir sem að gera þeir hræddan utanaðkomandi, þannig að ef við bara losum okkur við utanaðkomandi þá verður ekki hætta lengur. Það bara frábært ráð sko, af því að það engar lausnir að koma annars. Ef við bara gerum þetta, þá væri lausn á þessu. En fólk búið að segja, ef við bara fækkuðum byssunum, ef við bara kæmum reglugerð í gang, ef við bara gerum þetta, og núna 20 árum seinna, 30 árum seinna, síðan fyrstu svona stóru skotárás í Columbine, það engar breytingar, það greinilegt, þannig að nú að reyna eitthvað annað. Núna ekkert að fara í gegn með breytingu á reglugerð á byssulögum, þannig að núna bara þurfum við að prófa eitthvað annað, þannig að nú skulum bara reyna að misþyrma því fólki sem gæti mögulega verið við erfiðustu efnahagslegu kjöra, því að við alltaf tengjum fólk sem bástætt efnahagslega við glæp og sérstaklega ofbeldisglæpi, af því að það ekkert öryggi í Bandaríkjunum, svona samfélagsnet, þannig að fólk sem í erfiðri fjárhagslegri stöðu, það bara hefur ekkert til bjargar sko, og oft það einmitt, fólk ímynda sér bara það að ef þú fellur í Bandaríkjunum, þá ertu bara fallin og bara komin inn í heim glæpuna og þeirra sem bara bleiða sín einskis, þannig að
En eignarrétturinn náttúrulega varin, er það ekki? Það í Bandaríkjunum hefur verið löglegt að verja eignarréttin með ofbeldi eða með byssum. Jú, og fólk náttúrulega hefur, ég hef heyrt fólk segja að það var tekið fram sérstaklega, ég var hérna í Boston og það var verið að segja að fólki bara svo að þið vitið, það má alls ekki skjóta fólki í bakið þó það hafi stólið frá þér. Og það voru nokkur í herbygginu bara frekar frá sér að það var í raunveruleikin að hvað er að segja, ef einhver rænir mig og hleypir í burtu má ég ekki skjóta hann. Það var nei, allavega í Massachusetts eru lögin þannig að ef einhver að hleypa í burtu frá þér, þá hann ekki réttreipur. Og fólk var nú ekki ánægt með það svar. Þannig að þetta svona, þegar fólk einmitt bara með þessa hugsun, glæpur allstaðar, óforskammaðir þrjótar eru alltaf að reyna að stela og reyna að komast upp með allt. Allir eru arfræningar af vissu leyti og þú verður bara að verja þig og þína. Þú bara einn á báti og þá að vera að segja þér svona nei, verð ekki að kippa þér upp, sko. Ekki vera að reyna að stöðva eitthvað sem að hleypa í burtu. Þegar ef þú missir það sem litla sem þú átt, þá ertu kannski að fara að svelta. Þetta er bara dálítið þannig hugsunarháttur. En sko það er kannski aðeins of stór spurning að spyrja hvort að því þú segir þetta sé svona raunverulega sjúkdómseinkenni en getur þú og orsakasamhengi séu þetta flókið, en getur þú svona bent á eitthvað sem að þá finnst þér vera svona orsök vandans í Bandaríkjunum, þú veist, er það þetta með réttlætingin á að verja eignarréttin eða þú veist, eða er það við og hinir hugsunarháttur eða hvað svona myndirðu segja í krossaprófi að þú ættir að nefna eitthvað eitt? Ég myndi segja að breyting stjórnarskrárinnar á hlutverki peningagjöf í pólitík hafi virkilega breytt andanum í almennri pólitísku landslægi Bandaríkjanna. Þegar Citizens United var staðfest sem sagt afnam höftrun á hámarks upphæð sem hægt var að setja í svona pólitískar herferðir og kandidata og annað og það þurfti ekki að lýstra upp alla þá sem voru að gefa pening. Þá breyttist mikið áráður stefnan, að segja það bara hreint og beint að þá var bara auðveldara að virkja áráðursvélar og virkilega úr hvað átt sem var, sko, hvort hún var utanakomandi frá öðrum þjóðum eða frá fyrirtækjum eða frá auðkýfingum annars séð og það var bara miklu auðveldara að virkilega grípa í pólitísku taumana með óhemlaðri óhemluðum aðferðum. Þannig að þetta hafi verið mikið af þessu afskiptaleysi hvað varðar neyslu peninga í pólitík. Þetta þetta svona efnahagslega stórveldi Bandaríkin og svo svona syrtir í álinn og þá myndast svona rosalega harka hjá þeim sem hafa einhver völd og peninga að halda baráttan eykst og þetta þá eitt af þeim aðferðum. Það umverulega að veita peningum óheft inn í hvað áróðurs stríð. Já, því að náttúrulega maður hugsar pólitík sem þú veist það byrjar í hverfinu, þú og nágrannar að tala saman, hvernig styðjumst við skólan, hvernig styðjumst við bæjarkerfið, borgarstjóri og svo kannski svæði, fylki, land og þjóð. En náttúrulega þegar skalinn orðin Washington DC sem yfir 50 fylkjum á ríkustu þjóð í heimi, þetta svona, reikningurinn allt annar. Þetta eru hagsmunir heimsins eiginlega sem eru þarna í boði, þannig að maður veit hversu mikið ýtt á, sko, úr öllum áttum þar. Og já, ég ætla nú að segja það líka að Bandaríkin náttúrulega
eru bara eins fjölbreytt og þau eru stór og náttúrulega það eru alls konar hverfi bæjarsamfélög í Bandaríkjunum sem eru bara mjög róleg, hversdagsleg en náttúrulega þegar maður stækkar dæmið, maður stækkar ramman sem maður er að hugsa þá náttúrulega tekur maður saman allt það góða og allt það slæma. En þú hefur nú kynnst á Jarl, tókst ekki doktorsprófið þitt á Hawaii eða svona, þú hefur kynnst því líka það besta sem Bandaríkin hafi upp á að bjóða það ekki gott samfélag, rannsóknar teymi og annað, ég meina, ekki söknuður svolítið eftir því hjá þér? Jú, ég myndi náttúrulega segja sko, það er náttúrulega svona þegar maður með staði þar sem fólk sækir í, og sérstaklega fólk sem er metnaðargjarnt og hefur mikla ástríðu sem svona er samhliða manns eigin, þá náttúrulega hittir maður bara sitt samfélag næstu í svona sama hvort það er í Kaliforníu eða náttúrulega ég var nú heppinn að vera þarna á Hawaii sem er yndislegur staður mörgu leyti, einnig staður með mjög myrkra sögu sko nýlendustefnu og innfættu þjóðinni þar sem því var steypt af kolli, Bandaríkin hernumu landið og tóku yfir og þetta var ekki gert að fylki fyrir 1959 og þó að innfættir séu þar ennþá, þeir eru miklu minni hluta og hawaiiska er eiginlega haldin henni er haldin lifandi bara í gegnum háskólann að vissu leyti. Og þrátt fyrir það, þá er henni haldin lifandi og það er fólk sem brennur mikilli ástríðu að viðhalda því og hefur miklu á náttúrunni þar, ekki bara gera alltaf gólfvöllum, það er náttúrulega frábæra rannsóknarstöð þar, háskólans á Hawaii. Þetta er bara svona einmitt alltaf best og alltaf verst, það er auðvelt að finna. Og Varst þú að stúdera ígulker? Var það rétt hjá mér? Eða? Já, doktorsritgerðin mín var erfðamengja samsetning vissara tegund af ígulkerum þvert yfir Kyrrahafið og Indlandshaf. Þannig að þú hefur fundið svona einmitt þarna sérfræði þekkinguna sko, þetta er alveg einmitt rjómin af einhverju þekkingu og svo er náttúrulega að hafa mennta fólk og menntastofnanir eru í varnarbaráttu í Bandaríkjunum eins og þú nefndir að fólk er að missa stöðurnar og bara er í stökustu vandræðum og er að flýja land en sko hvernig finnst þér endurómurinn sem til Íslands það sem er kannski, það er auðvitað ekki hægt að bera það saman veit ég en hér er kvartað yfir ofbeldi og hér er svolítið kvartað yfir menntaelítu og það er svona eins og pínulítill svona endurómur af einhverjum tröppisma svona hvað finnst þér það og hvað getur þá reyðilega ráðlagt eða hvað hugsaðu svona á Íslandi hvað þurfum við að gera til þess að bara fara ekki þróast ekki í vonda átt? Já, ég meina ég ætla ekki að þykjast að geta sagt með einhverju sjálfstrausti að sko þetta er brautin til að forðast einræðið og fasismann eða anarkisma ofbeldi en ég líti á það þannig að það er fátt sem er bara mjög einslegið á hnettinum af því að við erum fjölbreytt en ekki svo fjölbreytt, sérstaklega sem líffræðingur mannskepnan er mjög finnst mér lélegt rannsóknardýr sko, sérstaklega erfðafræðilega séð sko, við gerum mikið úr þeir litla fjölbreytileika sem við finnum sko, en það er lítið varið í það finnst mér, sérstaklega með við ígulker en hvað var það náttúrulega bara þetta að við búum ekki til einangraða hópa sem eru bara að allægi, sem eru útskúfaðir, jaðarsettir. Bara þessir eru tossar, þessir eru einhverju geimgenglar. Að umræðan er aldrei annað nema bara allir eru fáeindar nema ég og allir eru einhvern veginn óvinir. Allir eru einhvern veginn, allir aðrir sem eru ekki í þessari herbergi, sko, þeir eru að rífa samfélagið sundur. Það er held ég það allra hættulegasta leið að fólk byrjar að teikna mjög sterkar línur í kringum þá sem á að virða og þá sem á ekki að virða þá held ég að þá
var komin á braut sem mjög erfitt að komast af. Já, Áki Jarl Lárusson, líffræðingur og hvað á ekki að segja bara fyrrum íbúi í Los Angeles og í Bandaríkjunum og starfsmaður og erðafræðingur í Hafrannsóknastofnun. Þótt þú talar ekki sem embættismaður Hafrannsóknastofnunar hér þá væri nú gaman að heyra í þér einhvern tímann, heyra einmitt í þér varðandi ef það væri til að koma Rauðaborðin og tala um ígulker og hafið og við vorum að tala um hafið hérna við Rauðaborðið í gær. Það er nóg að taka þar líka en hjartans þakkir fyrir að koma og segja okkur frá ofbeldinu í Bandaríkjunum. Já, bara takk fyrir að þið bjóða mér og hlusta á mitt sjónarhorn. Takk fyrir og ég þakka hlustendum og áhorfendum fyrir að vera með okkur í spjallinu. Þetta er svolítið alvarlegt viðfangsefni sem við þurfum að ræða meira hérna við Rauðaborðið. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að útvarpa og sjónvarpa varpa þessu spjalli yfir til ykkar og ég segja við förum í stuttar frímínútur og höldum svo áfram að ræða málin hérna við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og takk fyrir mig í bili. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.